yndisleg bæn. Já, orðin sem ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð þess að sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljómar nú. En með öðrum orðum að fólk leit í spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði, sem samt ekki svo galið því að Guð segir að maðurinn sem skapar í hans mynd og þetta svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sýna allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur og hefur tilhneigingu til að fremja. Það ritningargrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er í Jakobsbréfinu 1. kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skygnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fer því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt, þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að biðdu Guð að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og við skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðs barn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnir mig á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hvern dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu.
að nærast af anda Guðs. Í Jakobsbréfinu 1. kafla og 25. versi segir: En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmur það, sæll í verkum sínum. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. vers: Enginn maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það gott að hafa þetta í huga, að við getum ekki bara litið í spegilinn og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, Boðorðin 10 segir okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga dag hvern. Og muna það sem allavega fyrst: elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.